Komið sæl og blessuð. Þá hefur Agla lokið yfirferð yfir helstu breytingar í uppfærðri útgáfu stjórnarhátta og líkt og fram kom í máli hennar þá það ákveðin nýbreytni að með leiðbeiningunum þetta árið fylgir viðbótarrit þar sem fjallað tilnefningarnefndir. Og aðeins að yfirskrift þessa erindis, besti samkvæmisleikurinn. Við höfum rekið okkur á það í umræðunum stjórnarhætti á síðustu misserum að þegar kemur að tilnefningarnefndum áhugi fólks mikill og skoðanir skiptar. Þannig höfum við séð að þegar lítil stemming á fundum eða umræður daufar, þá þarf lítið annað en að spyrja menn skoðun þeirra á tilnefningarnefndum til að kveikja ekki bara neista heldur bjart bál í fundasalum. Og það sennilega fátt þessa dagana sem getur toppað þá umræðu tilnefningarnefndir nema mögulega þá umræðum forgangsröðun bóluefna. Þannig að það nú tilvísunin með þessari yfirskrift en ekki starfsemin sem framfer í nefndunum sjálfum enda á hún fátt skylt við samkvæmisleiki. Markmið mitt hér í dag ekki að færa ykkur svörin við krefjandi spurningum í þessu sambandi og enn síður að leiða í orð skoðana ágreining. Við ætlum miklu frekar að segja ykkur stuttumáli frá þessu nýja riti og efnistökum þess og hvetja ykkur síðan í framhaldinu til að skoða þetta betur og rýna með hvað hætti þið teljið að nefndirnar þjóni best þeirri skipulagsheild sem þið horfið til. Því eins og margoft hefur komið fram þetta skiptar skoðanir. Umræðan tilnefningarnefndir ekki ný af nálinni og fyrst var fjallað þær í leiðbeiningum 2009. Frá þeim tíma hefur umfjöllunin þróast og ákvæðin orðið nokkur ítalegri eftir því sem leiðbeiningarnar hafa verið uppfærðar og endur útgefnar. En breytingarnar sem gerðar eru núna snúa fyrst og fremst að því að skerpa á fyrri ákvæðum. Og þá aðeins að efnistökum. Í ritinu fjallað hlutverk tilnefningarnefnda, stöðu nefndanna hér á landi og umgjörð þeirra í víðu samhengi. Og því fyrst og fremst ætlað að veita upplýsingar en það felast ekki í ritinu sjálfu leiðbeiningar verklag tengt nefndunum og í raun ganga þar ekkert lengra en stjórnarhátta leiðbeiningarna sjálfar hvað þetta varðar. Það hins vegar fjallað fyrirkomulag og störf nefndanna hér heima, það hvernig tilnefningarnefndir í nágrannaríkjum Íslands starfa og hvaða kostir eru tækir almennt í þessum efnum. Auk þess að vísa til nágrannalandana þá við að vinna með niðurstöður og fjalla niðurstöður úr könnun sem útgefandi leiðbeiningana framkvæmdu ásamt HÍ og HR. En þar tóku meðal annars þátt hluthafar í félögum hér á landi, stjórnarmenn, tilnefningarnefnda og fleiri. Ef rýnt í hlutverk og tilgang tilnefningarnefnda markmið með skipan þeirra að koma á skýru fyrirkomulagi tilnefningar stjórnarmanna á aðalfundi félagana sem meðal annars skapar hluthöfum forsendur fyrir upplýstri ákvarðanatöku. Almennt tilnefningarnefndir taldar stuðla að því að ferlið við val og stjórnarmönnum verði faglegra en ella og rannsóknir benda til þess að tilvist og sjálfstæði þessara nefnda auki líkur á því að virkir stjórnarmenn verði skipaðir, að stjórnarmenn verði líklegri til að vernda hagsmuni allra hluthafa, svo eitthvað sé nefnt. Á sama tíma hafa nefndirnar einnig sætt nokkurri gagnrýni og hér á landi hafa til dæmis verið uppi álitaefni það hvort hluthafar geti í raun farið gegn tillögum nefndanna. Spurningar hafa einnig vaknað umboð tilnefningarnefnda, útlagðan kostnað og hvort þær vera undirnefndir stjórnar eða heyra undir hluthafa, svo eitthvað sé nefnt. Og þarna kannski punktur sem ágætt að staldra við og rétt að árétta að tillögur tilnefningarnefnda eru ekki bindandi, heldur hlutverk þeirra ráðgefandi og í störfum sínum ber þeim að hafa hagsmuni allra hluthafa að leiðarljósi og gefa þeim þar að auki kost á að koma sjónarmiðum sínum að í tilnefningarferlinu. Hvað varðar þessi ákvæði þá gildir það sama og með önnur ákvæði stjórnarhátta leiðbeiningana að það mögulegt að víkja frá þeim eftir þörfum og skýra umrætt frávik enda hafa leiðbeiningarnar ekki lagagildi í sjálfu sér. Það því valkvætt hvort tilnefningarnefndir eru starfandi eða ekki og hvoru tveggja eru dæmi hér á Íslandi og í löndunum í kringum okkur. Ef við horfum til nefndana hérna á Íslandi þá
og skoðum svona sérstaklega þeirra umgjörð, að þá hefur starfsemi þeirra þróast á stuttum tíma líkt og sést á þessari mynd. Og hvatamenn nefndanna segja að það er ýta undir fjölbreytni stjórna, auka virði fyrir hluthafa og að það sé á sama tíma ákveðin formfesting á góðum stjórnarháttum. Og þar eru aðilar meðal annars að vísa í og horfa til reynslu erlendis frá. En í ritinu má sjá gott yfirlit við það hvernig málum er háttað í nágrannalöndum okkar, meðal annars varðandi þessi atriði og það er áhugavert að skoða það og velta fyrir sér ólíkum kostum. Í þessu líkt og öðru varðandi tilnefningarnefndir eru skiptar skoðanir og framkvæmdin er gagnrýnd. Einhverjir telja hana ótraustvekjandi, að ferlinu sé ábótavant og hún dragi úr líkum á að góðir einstaklingar bjóði sig fram. En gagnrýninni hefur jafnframt beinst að því að umboð nefndanna frá hluthöfum sé óljóst og þannig megi kannski segja markmið með nefndunum eða markmið nefndanna náist ekki. En samkvæmt áður nefndri könnun virðist þó almenn ánægja að vera með tilkomu þessara nefnda hér á landi. Þannig telja til dæmis mjög fáir að fyrirkomulag við stjórnarskipan hafi verið betra fyrir tilkomu nefndana. Það sé í núverandi ferli bæði faglegra og gagnsærra sem eru ánægjulegar niðurstöður. Og áfram aðeins umgjörð tilnefningarnefnda, en á meðal þess breytileika sem kemur fram varðandi störf nefndanna og það á við bæði þegar við skoðum ólíka nefndir hér heima og berum okkur saman við nefndir erlendis, að þá sjáum við breytileika hvað varðar það hvort stjórnarmenn eða stjórnarformenn eigi sæti í nefndunum, hvort að hluthafar sitji í nefndunum og eins eru ólíka leiðir sem nefndirnar hafa varðandi það hvernig þeir afla umsækjenda, hvernig rökstuðningur með tillögum er settur fram og eins varðandi fyrirkomulag þegar kemur að því að rökstyðja ekki aðeins eða leggja fram tillögun og rökstyðja ekki aðeins val einstaklingana heldur líka samsetninguna á hópnum sem að tillögan byggir á. Svo er það þetta með staðsetningu nefndana í stjórnsýslu félagana, það er að svara þær til hluthafa eða svara þær til stjórna og þetta er atriði sem mig langar aðeins að dvelja við. Í leiðbeiningum stjórnarhætti hér á landi þá er gengið út frá því að hluthafar skipi nefndina eða ákveði hvernig hún skuli skipuð. Og samkvæmt þeim getur hluthafafundur ákveðið að tilnefningarnefnd sé skipuð með öðrum hætti en að fundinu sjálfum til að mynda af stjórn félagsins. Þetta fyrirkomulag þarf samkvæmt leiðbeiningunum að geta í stjórnarhátta yfirlýsingu og ætti einnig að geta í samþykktum félagsins. 83% af íslenskum fyrirtækjum velja þá leið að láta nefndirnar heyra undir hluthafa, þannig að það er óhætt að segja að sú leið sé ríkjandi hér á landi. Það er fjallað allmörg atriði sem tengjast í ritinu og mikilvægt lagt á það að nefndin sé rétt samsett út frá þá menntun og reynslu eðlilega. Og fram kemur að of tíð skipti á nefndarmönnum eru ekki æskileg. Í ritinu eru skoðaðar niðurstöður varðandi æskilega þekkingu nefndarmanna. Þar er farið yfir þá þekkingu sem er talið að sé heppilegt að nefndarmenn búi yfir og hins vegar því svona hvernig staðan á þessu er í dag. Og áfram höldum við. Veigamikið atriði sem skiptar skoðanir er seta stjórnarmanna í nefndunum og þá getur skipt máli hvort er að ræða stjórnarmann eða meðstjórnendur. Þegar viðhorf tilnefningar nefndarmanna var skoðað kom í ljós að aðeins 1 af 7 nefndarmönnum sem sátu í nefnd með stjórnarmanni þegar könnunin fór fram töldu að stjórnarmaður eigi ekki að sitja í tilnefningarnefnd. Meirihluti nefndarmanna sem tóku þátt taldi hins vegar að stjórnarmenn ættu ekki að eiga sæti í nefndinni. Þannig að þarna virðist reynslan styðja það, reynslan manna virðist svona ýta undir það að það geti verið styrkur að fulltrúi stjórnar sitji í nefndinni. En eins og áður kom fram þá þetta skipta skoðanir og það er hægt að skoða nákvæmari útlistun á þessu í ritinu góða. Fjallað er samskipti hluthafa og stjórnar og mikilvægi þess að allir hluthafar eigi kost á samtali við tilnefningarnefnd.
Í þessu samhengi brýnt að jafnræði hluthafa sé tryggt og aðeins farið yfir þau mál. Sérstaklega eru viðhorf til innherjaupplýsinga skoðuð og ýmis álitamál sem tengjast því og að lokum langar mig að nefna hér rökstuðninginn sem ég nefndi líka áðan varðandi það að ekki sé eingöngu horft á rökstuðning einstaklinga, heldur ekki síður hópsins sem lagður er fram í tillögum. Það er að segja rökstuðningin fyrir því hvernig hóparnir eru samsettir. Við hvetjum ykkur öll til að skoða ritið enda má þar finna fjöldanallan af áhugaverðum sögum og myndum reynslu manna og mat á ólíkum þáttum bæði hér heima og erlendis. Mikilvægur mótunartími tilnefningarnefndar stendur enn yfir og útgáfa þessa rits og uppfærðar leiðbeiningar stjórnarhætti fyrirtækja leiða vonandi til þess að frekari umræða og þróun eigi sér stað samhliða því sem starfsemi nefndanna festi sig betur í sessi. Við hlökkum til að vinna þetta með ykkur áfram og þróa enn frekar íslensku atvinnulífi til framdráttars. Höldum áfram með leikinn. Takk fyrir í dag.